Hér sest hjá okkur Ingibjörg Þórðardóttir, formaður félags fasteignasala. Sæl Ingibjörg. Það nú kannski manni hnykkti við þegar maður sá að Seðlabankinn var að spá 30% lækkun á húsnæðisverði. Hvernig verður þér við það sem fasteignasali og manneskja sem starfar á þessum markaði? Ég náttúrulega bara eins og öll þjóðin, ég alveg agndofa yfir þessum spádómum sem að mér finnst nú ansi harkalegir og í rauninni gefa þær ekki næga ástæðu finnst okkur fyrir þessum spám og hvað liggur að baki. Fyrst og fremst náttúrulega það sem hefur hrjáð markaðina undanfarið, það er að það vantar framboð af lánsfjármagni. Og þegar markaðurinn frystu með þessum hætti eins og gert hefur verið, þá náttúrulega er ekki undarlegt að dragi úr eftirspurn. En hins vegar framboð bara svona tiltölulega eðlilegt. Mér finnst ekki hafa henst inn á markaðinn eignir að fólk sé farið að hafa miklar áhyggjur af því að það þurfa að fara að selja fasteignirnar sínar af því að allt sé að fara bara í kalda kol hérna í þjóðfélaginu. Ég held að mjög margir muni bara halda að sér höndum og sérstaklega náttúrulega þeir sem þurfa ekki að selja, sem eru bara þokkalega staddir, eru ekki með dýr og óhagsta lán eins og því miður hefur verið núna á síðustu misserum. Þá hafa vextir og vaxtakjör algjörlega farið úr böndunum og náttúrulega vísitalan óvinur húsnæðiskaupandans og lánagreiðandans númer 1, 2 og 3. Þetta svo mikið óréttlætismál að húsnæðisliðurinn skuli vega svona þungt inn í neysluvísitöluna að það þarf að stíga fram og leiðrétta þetta. Því að þetta náttúrulega nær engri átt að skuldir landsmanna skuli vaxa svona óheyrilega. Núna verið að leggja til atlögu við sparifé landsmanna sem að stærstum hluta bundið í húseignunum þeirra. Þetta eins og við höfum sagt, þetta náttúrulega ævistarfið sem liggur þarna og það ekki hægt að höndla þetta með sama hætti og væri að ræða verðbréf eða peninga sem að fólk getur ráðstafað og geymt með öðrum hætti. Þetta náttúrulega athvarf fjölskyldunnar, íbúð og skjól og þetta náttúrulega einn af grundvallar hornsteinu þjóðfélagsins, það eru húsnæðismálin og að þegar allt þrotið að þá eigi að ráðast að íbúðareigendum og húseigendum með þessum hætti, auka skuldirnar þeirra og knýja niður verð á fasteignum í þessari örvæntingafullu baráttu að þetta sé í rauninni eina vopni sem hafa núna, það það að íbúðaverðið lækki og við það muni vísitalan hægja á sér. Mér finnst þetta svo svartir dagar, ég ekki að hugsa fasteignasala, ég að hugsa að þetta sé eitthvað sem snýr á okkur, því auðvitað erum við náttúrulega húseigendur eins og aðrir og við eigum okkar fjölskyldur og foreldra og börn, þannig að þetta náttúrulega kemur bara við alla í þjóðfélaginu. En þessi markaður alveg stopp núna, það ekki? Það hefur náttúrulega hægst svo mikið það náttúrulega bara að skoða tölur frá fasteignamati ríkisins að frá síðustu áramótum þá hefur kaupsamningum fækkað helming og náttúrulega núna síðustu vikurnar við þetta og að vextir endalaust að hækka, stýrivextir hækka og hækka og hækka, það kemur aldrei nein breyting þar á, þó að þetta sé orðið bitlaust og það sjá það allir, þetta bítur ekki. Að auðvitað náttúrulega þegar vextir komnir upp í kannski 7-8% ofan á verðtryggingu sem núna spáð 11% verðbólgu á þessu ári og sumir jafnvel farnir að tala 14% og meira að þá náttúrulega ekki að undra að fólk ráði ekki við þetta því að greiðslugeta almennings hún stendur ekki undir þessu. En þetta að koma þessum, eða þeir vilja nú sennilega ekki gera það út af þessu verðbólgumarkmiði en þetta að koma þessum markaði aftur í gangi, menn til dæmis þetta að nota íbúðalánasjóð til þess að tala að ef menn breyttu hlutfallinu þar í sambandi við brunabótamatið að nota íbúðalánasjóð til að blása lífið þetta aftur því að bankarnir virðast ekki geta gert þetta. Ég tel að þetta þurfi með einhverjum hætti að snúast eins og annað og íbúðalánasjóður náttúrulega sú stofnun sem hefur verið skjól almennings í landinu því þeir lána allan hringinn kringum landi, þeir velja ekki úr bara einhverja góða staðsetningu, góðar eignir eða eitthvað þess áttar sem eru lánshæfar, þeim ber skylda til lögum samkvæmt að lána út á íbúðakaup og íbúðabyggingar og þeir hafa staðið sig mjög vel í stykkinu. Vanskil afar lítil í íbúðalánasjóði. Bankarnir vilja nú losna af íbúðalánasjóði. Síðast þetta Lárus Velding í viðtalinu, hann var voða ánægður með Seðlabankann en hann vill losna af íbúðalánasjóði. Þeir eru hans í vandamáli núna.
Já, það náttúrulega bara eins og gamla máltæki segir betri að veifa röngu tré en öngu. Ég tel að það eigi við þessum efnum. Íbúðalánasjóður hefur verið blóraböggull, hann hefur verið útmálað sem kennslu hvetjandi banki sem að við sem störfum við fasteignamarkaðinn vitum að algjörlega ósatt því að lánin eru náttúrulega það lág frá þeim, þeir eru bundnir á þennan klafa brunabótamats og lóðamats, þannig að þetta fulla lán sem 80% það næri rauninni í fæstum tilfellum að dekka það. Þannig ef að væri reikna með við 1. júlí 2004 þessi lán hófust, þá ætti þetta lán að vera komið að minnstakosti í 22 milljónir og fyrir utan það náttúrulega 18 milljónir, það sögðu miklu meira árið 2004 heldur en árið 2008. En það sagði mér þetta maður að þessi spá myndi ekki ganga eftir hjá Seðlabankanum vegna þess að einfalt erlendir aðilar væru á leiðinni inn á þennan markað. Erlendir aðilar myndu koma inn á þennan markað og það er eitt sem að það var að sjá það og þeir koma og þá sem náttúrulega held ég eina lausnin á þessu markaði getum að fara að fá lánsfé á þeim kjörum sem erlendis. Það er eitt sem menn þurfa að hafa í huga varðandi fasteignamarkaðinn á Íslandi. Menn hafa aldrei getað spáð langt fram í tíman varðandi það hvernig hann hefur þróast. Það er nú einu sinni þannig, en það lá alveg fyrir að áður eins og verðhækkunarskriða byrjaði sem við höfum verið að fara í gegnum, það var búið að vera töluvert langt kyrrstöðutímabil og sérstaklega á stærri eignum, menn gátu hreinlega ekki losnað við það var ekki markaði fyrir það meðal annars vegna þess að það var ekki það var ekki lánað vegna þeirra eigna. Vinur minn keypti höll á Bergstaðastræti árið 2000 fyrir 20 milljónir. Og síðan sem sagt gerist það og fasteignaverð hækkar, en það sem að mér finnst mjög alvarlegt í þessari stöðu núna, það er það að Seðlabankinn skuli koma með þessa dómsdagsspá sem að mínu viti nú byggð á mjög vafasömmum forsendum og það er hreinlega spurningin hvað gengur mönnum þar til. Og ég satt að segja, mér finnst þetta bara mjög alvarlegur hlutur. Það er vísitalan, sem alltaf að berja niður með þessum hætti. Það liggur náttúrulega bara í augum uppi að þetta í rauninni síðasta vonin hjá þeim hefur ekki tekist þetta með nokkrum öðrum hætti. Þeir fá ekki lánsfé til að spara því að bílakaup hafa aldrei verið meiri heldur en núna á þessu byrjað ári. Janúar var met ári í sölu á stórum bílum. Ef það verða veruleg vandamál í íslenskum efnahagsmáli hjá almenningi í landinu þá það manngert af völdum þeirra sem ráða í þjóðfélaginu, Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar, þannig það stóra stökkið aftur. Þú ert mjög þungt þetta, Rós, yfir þessu. Já. Mér finnst svolítið gleymast að við tölum það er allt svo hræðilegt að hvergi í heiminum held ég hefur kaupmáttur aukist jafn mikið á síðustu 10 árum á Íslandi og hagvöxtur verið mikill og það auðvitað ástæðan fyrir því í hvaða stöðu við erum í dag. Þannig að þetta auðvitað vandi sem skapaður af því við höfum haft það afar gott og við erum með sterka innviði þrátt fyrir allt. Við erum með háar tekjur, við erum með gott lífeyrissjóðakerfi, við erum með frábærar auðlindir og svo framvegis og svo framvegis. Þess vegna eigum við auðveldlega að geta komist í gegnum það án þess að valda fólki verulegum búsifjum. Eigum við auðveldlega að geta komist í gegnum það? Það er nefnilega spurning og við erum búin að eiga efni fram þannig að það er ekkert óeðlilegt og að hægist og við megum heldur ekki alltaf reyna að blása í þegar hægist Ég hef hins vegar ekki trú á að þessi fasteignaspá gangi eftir vegna þess einmitt að ég gerir ráð fyrir að tekju verði áfram háar og þetta snýst allt það að fólk ráði við að greiða af núverandi lánum. Og þess vegna er einmitt svo gríðarlega mikilvægt að ná tökum á verðbólgunni. Það er númer 1, 2 og 3 til þess að koma í veg fyrir að lánin hækki og greiðslubyrðin hækki. Þá getur fólk staðið í skilum og þá mun fasteignaverð ekki fara í þessa sveiflu sem við erum að spá. Verðbólgan er innflutt? Nei, hún náttúrulega krónan er ekki innflutt. Hún er á okkar vegum. En undir eins og og krónan Ég myndi aðeins vilja að við megum heldur ekki setja fókusinn á það að hjálpa heimilum að ráða við að skuldirnar aukist með því að hjálpa þeim að skulda meira. Heldur við að koma í veg fyrir að skuldirnar aukist svona mikið og þá helst vil ég sjá krónuna fara aðeins tilbaka. Hún verði ekki svona veik, þannig að verðbólgan hjaðni fyrr en hún myndi ella gera. Og þá verður vandinn ekki sá sami. Nei. En í Seðlabanka peningamálum að þá birtir Seðlabankinn spá frá 4 bönkum eða 4 greiningadeildum fasteignaverð og þar er svartsýnasta spáin að gera ráð fyrir því að á næstu 12 mánuðum að þá lækki verð 6%. Bjartsýnasta spáin gengur út að það lækki 3% sem nú bara ekki neitt. Nei. En svo eru allir að gera ráð fyrir því að síðan
taki fasteignaverð að svona að hækka hægt en hækka þó. Þannig að þar eru spárnar töluvert ólíkar spá Seðlabankans. En ekki bara málið, við þurfum bara að fá erlenda banka hingað, erlenda aðila sem að Ægill, ef þú erlenda banki, hvernig myndirðu meta veð á húsi upp í Grái? Í þessu efnahagsástandi. Ég meina, erlendi banka fyrir að koma og bjarga okkur eitthvað, þá þurfa þeir auðvitað að sætta sig við íslenskt hagkerfi og efnahagslíf, sem á vandinn okkar, Þannig að þetta gerist ekki, það kemur enginn og verðum bjargar líka okkur. aðeins að passa okkur á því að ef þeir ætla að lána okkur í krónum, þá munu þeir lána á íslensku vöxtum. Ef þeir ætla að lána okkur í evrum, að þá sé ég ekki, þú horfir alltaf á lántakandann, ef hann með tekjur í krónum, þá sé ég ekki að erlendu banki sé tilbúin til að lána honum í evrum. Förum út með mótmálaspjöldin og viljum að Þannig borga í að evrum. það eru lágir vextir á evrum, það eru háir vextir á krónum. Þú tekur ekki pening frá útlöndum í evrum og lánar hann í krónum á sömu vöxtum. En ég tek undir mig Agli að það þarf einhverja nýja hugmynd inn í þessi íbúðalán og ég held að erlendi bankar þeir kæmu þar mjög til greina og ég veit raunar að það eru erlendi bankar sem hafa verið að skoða aðkomu að íslenskum fasteignamarkaði og þá gæti nú komið til greina að þeir væri tilbúnir að endurfjármagna heimilin eins og bankarnir voru tilbúnir til 2004 þegar þeir gleyptu bara íbúðirna með 100% veðsetningu og það stóð ekki í þeim þá þannig að með náttúrulega leiðréttingu á verðinu eins og Jón sagði, eignir voru búin að sitja eftir hérna á 10. áratugnum þá var náttúrulega stöðnun í rauninni frá því 90 og fram undir 99 þá stóð verðið mjög lengi í stað þannig að ef að bankarnir kæmu þessar erlendu bankar annarkvort evru bankar eða nú kannski bara fáum við eitthvað ennþá lengra ekki Kínverjar orðnir svo ríkir eða Japan síðan kannski afturlega að hafa það í huga en í Bandaríkjunum til dæmis þá hefur fasteignaverð lækkað 10% 20% á sumum svæðum. Í Bretlandi það reyndar bara staðna. Í Danmörku það að lækka 10%, 14% í Kaupmannahöfn. Þannig að það koma auðvitað einhverja sveiflur. Hjá okkur þetta hins vegar alvarlegra vegna þess að verðbólgan framundan svo há. Þannig að það þarf minni lækkun og verðtrygging og hrúar það þarf að leiðrétta neyslu vísitöluna það þarf að taka íbúðaliðin út úr með þessum hætti þá verða rekstrakostnaðir fasteigna en ekki hækkun það tekur okkur þriðjungi lengri tíma að borga af lánunum okkar hérna á Íslandi en í nágrannalöndunum ég þekki að við komin að ég ætlaði nú að fara að tala eitthvað aðstofamenn stjórnmálamann og eitthvað svona Jón ég stoltur af því að það hefur verið eini þingmaður sem greiddi atkvæði gegn því eini þingmaður? Já. Það þarf ekki hjálp. Eru þeir komnir... Svo sterkir alltaf sterkastu fyrir einn. En mér finnst það óvenjulegt að fylgjast með því núna hvað svona sérgæska stjórnmálastéttarinn virðist vera mjög áberandi og til dæmis stofnanavæðingi. Og ekki minnst áberandi hjá flokknum sem að hérna kæmi með fest blóðinn í stjórnarsamstarfi Samfylkinguna hún einhvern veginn gengur inn í þetta hugafar kannski. Viltu kommentera það smáli? Nei, það ég bara tekið eftir þessu aðra. Það svo mikið fyllir í gangi. Menn eru fljúgandi út allan heim og eru já, bara þetta heitir svona fyllir í. Má ég aðeins? Já. Mér langaði aðeins að segja varðandi Íbúðalánasjóð að ég sammála Ingibjörg að því leyti að það gott hann núna en það kannski ástandið sem við erum í núna kannski út af því að vextir hækkuðu ekki nógu fljótt og það var Íbúðalánasjóður í krafti ríkisábyrgðar sem að réði í raun og veru vöxtunum lengi framan af. Þannig að ef að langtímavextirnir hefðu hækkað fyrr, þá værum við sennilega ekki í þessari stöðu sem við erum í dag. Þannig að við vorum öll mjög ánægð með það að vextir lækkuðu, en það auðvitað ekki eðlilegt að vextir á húsnæðislánum séu að lækka á sama tíma og vextir Seðlabankans að hækka og í þessu felst í hnotskurn vandi Seðlabankans. Þetta búið, ég ætla að kynna hérna til sögunar viðtal við mann sem heitir Nigel Lawson. Nigel Lawson var fjármálaráðherra í tíð Margaret Thatcher, var nú frægur sem slíkur að búa til þann efnahagspakka sem hún setti fram og var mjög umdeildur. Hann hefur verið í lágvaradeild breska þingsins og hann tók þar fyrir loftslagsmál. Hann var í viðskiptanefnd lágvaradeildarinnar, efnahagsnefnd lágvaradeildarinnar sem setti fram skýrslu loftslagsmál. Hann hefur skrifað bók þetta sem ný útkomin í Bretlandi og hann Sveinn Guðmarsson, fréttamaður í London, hann tók við hann viðtal í London daginn. Best að geta þess í leiðinni að Nigel Lawson faðir hinnar íðilfögru matreiðslugyðju Nigel Lawson. En við sjáum sem sagt Nigel Lawson hérna.